Kæru vinir, hér byrjum við bara á kirkjuklukkunum. En veriði velkomin að skjánum að horfa á streymi hérna úr Vídalínskirkju. Ég heiti Jóna Hrönn Bolladóttir og með góðan gest í dag. Einar Gylfi Jónsson, sálfræðingur, kominn hingað til þess að eiga við mig mjög mikilvægt samtal. En mér langar nú að segja, ég ótrúlega þakklát að hann skuli koma hér til að gefa tínuma sínum reynslu og þekkingu. Og svo líka svo ánað, hann Eyjamaður. Og við vitum hvað þeir eru skemmtilegir. Ættaður frá fæddur og uppalinn í Vestmannaeyjum og kominn að verkalýðsforingjum. Voru ekki bæði foreldraðinir í slíku? Jú, eða pabbi aðalega. Já. Mamma var mikið í kvenfræðisbaráttu hins vegar. Já, ég nefnilega vissi það. Þau væru svona að verið mikið hugsunar fólk. Hún var í grasrótarhópnum sem stofnaði kvennalista hérna í Reykjavík. Já, hugsaði það. Það ekki skrítið systkini hafi skoðanir. Og svona fyrir utan að vera sálfræðingur, þá hann auðvitað ýmislegt annað eins og eiginmaður og faðir og tengdafaðir og afi. Og langafi. Alveg rétt. En við ætlum að ræða ofbeldi í samböndum í dag. Mjög mikilvæg umræða og auðvitað vant með farin. Þess vegna erum við ekki að bjóða hverjum sem til samtalsins. En mér langar bara að við hefjum samtalið og mér langar að byrja á því að spyrja þig. Nú hefur þú unnið við meðferð geranda í nánum samböndum og sem finnst mér líka svo merkileg. Þannig að viltu aðeins segja okkur frá því? Já, við Andrés Ragnarsson sálfræðingur, við vorum beðnir það 98 af Ingólfi Gíslasyni sem starfaði þá hjá Jafnréttisstofu, sem þá hét skrifstofa jafnréttismála reyndar, að halda utan meðferðarprógram fyrir karla sem beittu ofbeldi í nánum samböndum. Við kynntum okkur svona meðferð í Noregi og Svíþjóð og völdum fyrirmynd alternatív til vold í Noregi, þá mikið gjafirspor. Og það var Rauði krossinn sem fjármagnaði þetta til að byrja með, þannig 98. Og við völdum til þess að koma til skila í rauninni megin þemanu í meðferðinni að kalla þetta karlar til ábyrgðar. Ábyrgðin þessi mikilvægi lykill að lausninni að okkar mati, lykill að því að bæta sig og breyta. Þetta var þarna frá 1998 til 2002, þá ákvað Rauði krossinn að nú komið tími til að ríkið tæki yfir. Já. Og þá laðist þetta af í 4 ár, vegna þess að það var rauninni engin ákvörðun tekin. Síðan var það félagsmálaráðuneyti sem þessu var komið á föst fjárlög og við byrjuðum allir 2006 og það hafi ekki verið svona 2014-15 sem við ákváðum að breyta nafninu í heimilisfriður vegna þess að við vorum að fá gagnrýni réttmæta að við í rauninni biðum ekki konum sem beita ofbeldi upp á stuðning og okkur fannst í rauninni ekki eðlilegt að vera þá með þetta sama gamla nafn. Þannig að við breytum þessu yfir í heimilisfriður og þú haldir upp hlutverki mín á þann en einu sleppturu sem skipti mig allan máli að ég nefnilega lífeyrisþegi. Ég hef ekki unnið, ég hætti að vinna fyrir 2 árum. Þannig að það sem ég að tala núna eitthvað sem ég ekki talað neitt að ráði allavega í 2 ár eða svo. Þess vegna líka svo þakklátt að við skildum geta fengið hingað til að taka upp þráðinn. En ég ætla að segja, mér finnst það svo frábært, til að bara svona bæta inn í varðandi Rauða krossinn á Íslandi, sem hefur verið svo mikill frumkvöðull að svo ofboðslega mikilvæg verkefnum sem hefur svo kannski farið yfir til ríkis og borgar seinna bara eins og konugott og þetta og fleiri svona ofboðslega mikilvæg verkefni. Ég segi bara bravo fyrir Rauða krossinum að hafa staðið að þessu með ykkur í upphafi. En undanfarin ár hefur umræða ofbeldi í nánum samböndum aukist mjög. Það er nú kannski það góða. Eða það kannski vegna þess að ofbeldi aukast? Það hugsa ég ekki. Nei. Ofbeldi var hluti af bara menningunni. Það að beita ofbeldi, það að beita valdi sínu, það að refsa fyrir og framvegis, bara hluti af menningunni. Og hér áður fyrir alveg öruggt mál að
að eiginmenn refsuðu eiginkonum sínum og börnum og það var bara hluti af veruleikanum og við töluðum friðhelgi einkalífsins og það sem gerðist innan veggja heimilisins kom engum við og landslög giltu í rauninni ekki innan veggja heimilisins. Þetta náttúrulega ótrúlegt eftir á þegar við horfum á það. En þökk sé fyrst og fremst kannski kvenfrelsishreyfingum þá að fara að vekja athygli á þessu og fara að draga þetta fram í dagsljósið og gera það sýnilegt, syfjaspell, ofbeldi inn á heimilum og fleira sem núna sem komið fram í dagsljósið og orðið eins og ég vil gjarna kalla það og við Andrés viljum gjarna kalla þetta lýðheilsu vandamál sem við horfum á öll og okkur kemur þetta öllum við. Hvernig ég bregðast við þessu, hvaða afleiðingar þetta hefur og svo framvegis. Þannig að ofbeldi hefur hugsanlega ekki aukist nema það auðvitað ekki komið tímabil eins og núna í COVID-faraldrinum þar sem að ýmsir svona veikleikar, brestir og kannski magnast upp vegna þess að við erum í allt annari stöðu og sem við kunnum ekki á og eins og margbúið að tyggja, algjörlega fordæmalaust. Þá líklegt að ofbeldi inn á heimilum, ofbeldi í nánum samböndum aukist eða jafnvel byrji. Hafi jafnvel ekki verið áður en sé að koma inn sem úrræði innan gæsalappa í að takast á við tilveruna. Þannig jafnvel karlar eða konur sem ekki hafa beitt ofbeldi, í þessum aðstæðum getur að tryggera það inn. En þú talar þarna að menn hefur leyfi til að refsa beita ofbeldi börnum og eiginkonum og þá kannski bara, af því þú nefndi börnin, þá kannski bara myndi ég vilja senda inn þá spurningu áhrif makaofbeldis á börn? Já. Eitt af því sem við komumst að við Andrés þegar við vorum að byrja í þessu þá tölum við gerendurnir komið til okkar og svo töluðum við makana eitt viðtal fljótlega eftir að meðferð byrjaði og svo eitt viðtal í lok meðferðar. Það var svona öryggisventill af mörgu leyti en sjálfsögðu líka til þess að fá upplýsingar frá makanum ofbeldið en ekki byggja bara á upplýsingum gerandans. En eitt af því sem við komumst að og í einfeldni okkar trúðum að það var merkilegt hvað báðir aðilar voru sammála eitt atriði. Börnin höfðu ekkert orðið var við þetta. Þau voru sofandi, þau voru í pössun og svo framvegis. Þannig að þetta var greinilega mjög vandað fólk sem passaði vel upp á börnin sín sem var að koma til okkar. Svo sátum við workshop út í Noregi þar sem var við að fjalla áhrif makaofbeldis á börnin og þá alveg burt sér jafnvel þó þau verði ekki beinlínis fyrir ofbeldi sjálf. Og þar komu fram bara upplýsingar hvers konar áhrif þetta hefur. Og í verstu tilvíkunum, það sem mikið og stöðugt og endurtekið ofbeldi, þá upplifun barnanna svona svipað eins og hjá börnum á átakasvæðum og stríðsvæðum. Þannig að börnin verða svo sannarlega fyrir áhrifum. Þau eru bara eins og stríðshrjáð börn. Já, eins og stríðshrjáð börn. Jafnvel þó þau sjá ekki ofbeldið, þá bara svo margt sem fer í gang þegar ofbeldið annars vegar inn í samböndum. Aðdragandi og... Já, aðdragandinn og allt það sem kom kannski betur á eftir. Hvenær maður kannski, maður hugsa að maður hefur náttúrulega rifist við kallinn sinn, Já. Og hann hefur eitthvað aðeins rifist mig. Já, eins og þið eru búin að játa. Eins og við erum búin að játa. En hvenær verða árekstrar og rifrildi milli hjóna að ofbeldi? Og í fyrsta lagi það sem ég vorst að segja að árekstrar og ágreiningur í öllum samböndum. Já. Og það meiri segja amerísk könnun sem sýndi það að í rauninni það ekki mikill munur á tíðni ágreinings í samböndum, í hamingjusömum samböndum og óhamingjusömum samböndum. Það fólk sem segir ég í óhamingjusömu sambandi, fólk sem segir ég í hamingjusömu sambandi. Tíðni ágreinings, það ekki mikill munur þar á. Þó að vísu í óhamingjusama hópnum þar koma tveir hópar sem ekki finnast í hinum, aldrei ágreiningur og stöðugur ágreiningur. Okay. Og ágreiningsefnir eru líka mörguleitinu áþekk, þó sum þeirra finnist bara í óhamingjusama hópnum eins og alkohólismi, framhjáhald og eitthvað slíkt. En það einmitt hvernig ágreiningurinn upplifaður, það í fyrsta lagi það. Í hamingjusama hópnum þá ágreiningur hluta lífinu. Eitthvað sem við þurfum að læra að takast á við og svo framvegis að lifa með.
Í óhamingjusöma hópnum þá ágreiningur enn einn sönnun þess hvað þetta sé allt saman vonlaust. Þannig að ágreiningur hættulegur sem slíkur. Það eitt það sem við sjáum þar. Og svo það aðferðirnar. Hjón sem eru sátt í sínu sambandi eru yfirleitt búin að finna aðferðir við að takast á ágreining. Og það sem betur fer þannig að það svona frekar breiður vegur. Það til alls konar aðferðir við það. Sem að bara, ég til dæmis hef heyrt fólk segja, við ákváðum það hjónin að fara aldrei ósátt að sofa. Það myndi ekki virka fyrir mig. Þú myndir ekki þá kannski sofa. Þá myndi ég ekki sofa eða ég myndi bara samþykkja eitthvað bara til að fá að fara að sofa eða eitthvað svoleiðis. Mér hefur gefist vel að sofa á hlutum og fara að tala að sofa þá. En að fara aldrei að sofa öðruvísi en að segja góða nótt ástin mín með kossi, það eftir á móti góðu siður. Jafnvel þó maður það að það bannað að fara í svo mikla fílu að maður hætti að játa það að maður, sem sagt, vantum þykjuna, það til dæmis að mínum mati mjög mikilvæg regla. Gott og vel, og hvenær fara þessar óheppilegu aðferðir, kannski stöðugt yfirildi eða eitthvað slíkt, og það mjög mikilvægt þetta, að reiði í sjálfum sér ekki hættuleg, heldur það hvað gerum við hana? Teljum við okkur bera ábyrgð á henni og hvernig sýnum við hana? Þannig að þegar við erum komin á þann stað að aðferðirnar okkar til að takast á við ágreining eða eitthvað sem upp kemur eru ógnanir, niðurlæging, jafnvel að framkalla sársauka og ótta og svo framvegis, það ofbeldið. Ógnanir, jafnvel þó að það sé ekki lagðar hendur og... Já, jafnvel þó ekki lagðar hendur. En sko, hverjar eru þá helstu birtingarmyndir ofbeldis í nánum samböndum? Hver helstu svona, þú talar ógnanir? Sko, fyrsta lagi, þá það líkamlegt ofbeldi. Það náttúrulega það sem áþreifanlegt. Og það líka mjög mikilvægt að hafa í huga að sumir sem koma til okkar, við spyrjum, hefur þú beitt makaðin líkamlegu ofbeldi? Nei, aldrei líkamlegu ofbeldi. Nei, bara verðst svolítið rosalega reiður, sko. Svo þurfum við að spyrja, hefur þú barið makaðin? Nei, aldrei gert það. Við spyrjum þetta, að berja með opnum lóa, kreftur nefa, með barefli, halda fastri eða halda föstum. Já, ég hef gert það, skilur við. En það ekki líkamlegt ofbeldi. Jú, það víst líkamlegt ofbeldi. Hrinda, þvinga niður á gólf eða í sófann eða eitthvað. Þetta sparka, klípa og svo framvegis. Þetta allt saman líkamlegt ofbeldi og það mjög mikilvægt að hafa þetta allt saman inn í skilgreiningunni. Nú andlegt ofbeldi, það sem sagt að niðurlægja, ógna með orðum, kalla illum nöfnum, niðurlægja fyrir framan aðra, mikið sem sagt óþarfa eftirlit og vantraust sem sagt afbrýðisemi sem sagt rauninni andlegt ofbeldi. Nú síðan það ofbeldi það sem að dauðir hlutir eru notaðir í rauninni. Já, þeir eru að henda mat í einhvern, mjög algengt að henda mat í einhvern, berja í borðið, sparka í hluti og þegar ég að útskýra það fyrir geranda, þetta ekki ofbeldi, gerir ekki neitt. Og þá segir hvernig hrúturinn gerir, hann stappar niður til þess að sýna mátt sinn, það er rauninni það sem þú ert að gera, kreppa nefa, sýna hvað ég rosalega reiður. En ég hef náttúrulega stjórn á mér, sko, eða þannig, kannski ekki, hver veit. Kynferðislegt ofbeldi og þá það ekki bara að þvinga til samfara gegn vilja sínu, það að segja nauðga. Það getur verið að þvinga til kynlífs sem viðkomandi vill ekki eða þvinga til sáttakynlífs eða make-up sex sem þau heitir á nútíma íslensku. Það líka kynferðislegt ofbeldi. Fyrir utan ýmslega niðurlegandi athugasemdir og klámfengnar og svo framvegis sem viðkomandi finnst óþægilegar. Og svo síðast en ekki síst, þá það dulið ofbeldi. Í sumum samböndum, þar sem að ofbeldi hefur þróast yfir langan tíma, þá hið líkamlega ofbeldi jafnvel hætt. Það þarf ekki lengur. Það þarf ekki annað að lyfta brúnum eða nú og svo framvegis. Það ein hliðin á þessu og önnur sem líka mjög mikilvæg og eitt af því sem að þeir sem eru gerendur ofbeldis þurfa að vinna mikið með og getur verið snúið. Og það þetta að því dulda ofbeldi getur verið ávísun í fyrra ofbeldi, skilur við. Líka þó að það sé ekki svona heljar tök eins og ég var að lýsa áðan sem það þarf ekki að lyfta
til dæmis eins og núna ég komin í ham, skilurðu, og þegar ég kemst í ham, hækka ég röddina og svona, og það börni mín sem betur fyrir þá gera þau stundum grína mér, hvíði þeim degi þegar þau hætta því, en allavega þegar nú er pabbi komin í ham, og þá hafa þau gaman að því, nú er pabbi með mikla samfæringu fyrir einhverju, en það dettur engum í hug sem þekkir mig að þetta sé upphafið af einhverju verða, skilurðu. Þannig að það að hækka róminn, það að verða þögull og hugsi, maður myndi þegar ég var stressaður og þér finnst ég hitt þig, ég var að halda fyrirlestur yfir fermingarbörnum og þú satt svona allan tíma mjög hugsi og henni finnst þetta ömurlegt sem ég er að segja. Þá spurði ég þig eftir að var þetta svona, var stóðsamt, nei, ég var bara náttúrulega ágjörð, þú veist, nei, það var æðislegt, skilurðu, við lesum í svona hluti og fyrir ekki útúrinn, en allavega, sko, og þetta er eitt af því sem sá sem vil vinna sig út úr því að vera ofbeldismaðurinn eða konan, það að vera meðvitaður að þeir sem í kring, þeir eru fann að lesa í alls konar svona skilabóð, sem í rauninni myndi ekki teljast ofbeldi í öðru samhengi. Þannig að, þetta var birtingarmyndir ofbeldis. En þá kemur örugglega sko spurningin sem allir sko hafa einhvern tímann spurt, af hverju fara þolendur ekki út úr sambandinu? Hvernig er hægt að vera svona lengi? Hvernig er það að vera besta vinkona einhverjar sem og vera búin að hlusta á hana endalaust, segja nú gerðist þetta og nú er ég búin að ákvæða nú ég farin, sko. Heyra svo ekkert í henni í 1-2 daga og hringja. Hvernig gekk, er hann fluttur út? Nei, við ákváðum að hann ætlar að hætta að drekka. Já, hann er búin að lofa því svo oft. Já, en núna er það öðruvísi og allt þetta. Og það sem því miður gerir stundum er að þessi stuðningsaðili bara gefst upp. Hörðu, ég bara nenni ekki að standa í þessu rugli á ykkur. Hafið bara samband við mig þegar þú er búin að ákveða þig, þá skal ég styðja þig. Eitthvað í þessa vegur, skilur við. Aðlilega, þetta er kannski búið að ganga árum sá. Og það er svo mikilvægt átt að segja í fyrsta lagi að dæmigerð viðbrögð þolanda, þeir sem er beittur ofbeldi, það sem er niðurlæður, tekin öll mannréttindi af einhvern veginn, eru í fyrsta lagi að taka á sig sökina hluta til. Það lítur að einhverju leiti að vera mér að kenna. Svo ég tala ekki þegar gerandinn fer að setja sökina á þolandan og þá, já, líklega var það, líklega hef ég ekki átt að og ég átti náttúrulega átt að mig á að hann átti erfið æsku eða eitthvað. Og svo þessi löngun að gefa hann að tækifæri. Þetta er stóra ástin í lífi mínu, við erum með svo yndislega tíma og allt það og viðkomandi sýnir jafnvel fallega iðrun og svo framvegis og þá að gefa annað tækifæri. Svo í þriðja lagi óttinn við viðbrögð gerandans. Þú veist, ég hef heyrt þessa setningu. Ég bara bíð eftir að hann verði leiður á mér og vilji skilja þess að geta losna út úr þessu. Ef ég tek frumkvæðið að því þá ég þori því ekki. Það getur vel verið að það séu ýktar túlkanir og eitthvað, en það er raunverulegur ótti. Og svo, ekki síst, bara óttinn við hvað tekur við. Fjárhagslega, félagslega, vegna barnanna sem þetta, börnin eru bara alltaf sofandi þannig að þau veit ekki að þessu, þannig að ég er að þessu barnanna vegna sem er líka, hugsanavilla og það sem ég hef rekið mig á er í rauninni að þolandinn, honum finnst hann ekki vera að taka ákvörðun þó hann sé í rauninni að taka ákvörðun að halda áfram. Og oft er fyrsta skrefið að hjálpa viðkomandi að sjá það sem er að gerast núna, það sem þú ert að gera núna er auðvitað ákveðin ákvörðun. Og þegar skilja þetta kannski aðeins betur, þá getum við skoða þennan sjúka vítaring sem gjarnan fer í gang. Það byrjar, fyrsta þrepið er spenna. Það er vaxandi spenna á heimilinu, í samskiptunum. Allir, og ekki síst þolandinn, sem er ýmsu vön eða vanur, er farin að tippa á tánum og reyna að koma í veg fyrir hið óumflýjanlega með alls konar aðferðum og spurja ekki svona spurninga og svo framvegis. Svo kemur sprengjan og það er svo merkilegt að sumir þolendur lýsa því að þegar ofbeldi byrjar þá sé það ákveðin léttir. Fyrir þá styttist í næsta þrep. Og það er mórallinn, iðrunin.
Og þá það svo merkilegt og skrítið í rauninni að það eru báðir aðilar iðrandi oft, líka þólandinn. Ég hefði gett að gera þetta, hefði gett að segja hitt og svo framvegis. En mjög oft verður gerandinn mjög iðrandi, stundum bara yfirskinn, en mjög oft alveg ekta. Hann trúir því algjörlega sjálfur að hann iðrist og hann hafi núna loksins séð hvað þetta sé fáránlegt, kemur með blóm og rauðvín. Og þetta á tímabili það sem að þolandinn hefur mest völd. Já. Hann tilbúinn að gera alls konar hluti, taka til í bílskúrnum, fara í heimsókn til tengdó og ég veit ekki hvað. Og síðan kemur hveitibrauðsdaga tímabilið, þar sem að þetta hefur aldrei gerst og mun þar alveg aldrei koma fyrir aftur, það má ekki tala um þetta, það má ekki rukka bátnum. Og þetta gerir það verkum að það er mjög ólíklegt að þetta vandamál það sé rætt það þegar báðir aðilar eru svona nokkurn veginn í þokkalegu jafnvægi. Þannig að þessi vítarringur er meðal annars hluti af vandanum og hluti af því að það gerir þolandanum erfitt, það eru stór og erfið skref að taka, að stíga út úr þessu og það þarf að sýna því skilning og þolinmæði. Já, en þú sagðir hérna sumir bara gerendur alveg iðrast svo óskaplega, hjá öðrum er það bara yfirskinni. Er við þá að segja sko ef menn eru siðblindir? Já. Og þá sjáum við ekki nema stutt. Þið sjáu þá ekki? Nei, ekki nema bara stutt. Þeir tókur ekki eitthvað að nota þetta úrræði til þess að nota það einhvern veginn. Og þegar ég sjá að þeir geta það ekki, þá missa það. Þá missa það. Já, þeir fara að geta nýtt þetta sem eitthvað verkfæri. Ég var bara vonast til þess að sjálfræðingur skilji það, hann er bara mjög erfiða konu og svo framvegis, eitthvað í það veru skilur. Já. En þá er kannski eðlilegt að spyrja, hvað er það sem að helst einkennir gerendurnar? Nú vorum við að tala um þessa sem að... Já, sko, það sem einkennir þá sem leita sér hjálpar er vanmáttur og vankunnátta í að takast á við ágreining, árekstra, mótlæti og ákveðið óöryggi gagnvart því að vera í sambandi, ákveðið óöryggi gagnvart því að treysta og mikil þörf fyrir staðfestingu á sínu eigin ágæti eða ástinni, þola illa gagnrýni og svo framvegis eru frekar viðkvæmir. Lágt sjálfsmat. Já, oft eru þetta einstaklingar sem hafa sjálfur orðið fyrir ofbeldi í æsku og það sem gerist í rauninni og það er mjög merkilegt þrep í meðferðinni að hjálpa viðkomandi að sjá hvaða tilfinning kom á undan reiðinni. Já, að þið spyrja það því. Já, og hjálpa honum að átta sig á hvaða tilfinning kom þegar hún sagði þetta, hvernig leiðir þá alveg fyrst. Þá að það svona höfnunarkennd, ég er ómögulegur, henni þykir ekkert vænt mig, alltaf ég klúður öllu og svo framvegis. Og það er svo vont að vera hræddur og svona líta niður á sjálfan sig. Maður er eitthvað svo varnarlaus og það er ekki uppbygging í því og ekki fyrir maður að segja það. Eins og einhverju auli, mér nú líður mér mjög illa, mér finnst mjög óþægilegt og eitthvað svoleiðis. Það er miklu betra að skipta spor, fara henni yfir og vera reiður. Þannig að vanmetakenndin breytist í reiði og það fara að koma öðruvísi hugsanir, alveg típist. Alltaf kennir hún mér allt og talar svolítið niður til mín og hvernig hún talaði til þessu fjölskyldunum mínu daginn og þetta og hitt og þetta fyrir að krauma hana. Þá þarf ég að vera eitthvað mjög lítið. Ekki annað en að hún svar í síman þegar hann ætlaði loksins að fara að tala skilurðu. Þá svaraði hún í síman og sagði eitthvað við vinkonu sinni, nei, við vorum bara að spjalla. Þú veist, þá var það búið. Þá fyrst smá fíla og síðan bara næsta tækifæri þá er gerð árás. Ég bara þegar þú segir þetta, þá vorum við einmitt að tala bara í síðustu viku rannsókn á ungum þessum ungum föngum eða sem hefðu beitt ofbeldi eða jafnvel drepið sko. Að það var einhver rannsakandi sem sagði sko það var einmitt sko þeir sem að sko það var þegar að var tekin á þeim síðasta sjálfsvirðingin. Já. Eða þú veist þegar sko að maður kannski nú veit ég hvort þetta bera þetta saman en maður bara kannski hugsar
að þú ert að tala um þetta lága sjálfsmat í rauninni. Það er kannski sterkasta einkennið. Já, lágt sjálfsmat og vankunnátta sem oft, ein aðferð við að glíma við lágt sjálfsmat hroki. Já. Ekki satt? Jú. Og við sjáum, og ég segi það stundum sko, að ef þú sér hrokafullan einstakling, þá býr þar að baki einhver veik sjálfsmynd. Við þurfum ekki að sýna hroka í aðstæðum ef við treystum sjálfum okkur í aðstæðum. Nei. Þannig við sýnum hroka þegar við ætlum að hefja okkur yfir hina og láta þá halda, stappa eins og hrúturinn, stappa niður fótunum og setja undir sig hornin og við sýnum einhvers konar svona, já, við erum að veifa einhverju hæfni eða sjálfsmati sem rauninni mjög brothætt. En nú þetta, mér fannst alltaf og finnst þetta þetta samstarfi ykkur Andrésar alveg ótrúlega merkilegt og mikilvægt og mikið brautryðjandastarf og það væri kannski gaman að heyra, þú veist, hvað voru svona helstu áherslunar í ykkar meðferð fyrir gerendur? Já, sko, í fyrsta lagi, fyrsta áherslan þessi, fyrstu skilaboðin sem þú eru að komast í skila. Ég hafna algjörlega því sem þú hefur gert. Já. En ég virði þig sem einstakling og ég virði rétt þinn til þess að fá sjálfsvirðinguna aftur. Þetta svona mjög mikilvæg skilaboð, að fá sjálfsvirðinguna aftur. Þá göngum við út frá því að sjálfsvirðing viðkomandi hafi beðið verulega hnekki við það þegar hann áttaði sig á jafnvel eftir einhver tíma að það sem hann var að gera er ólíðandi. En hann með þessa hugsunni sem ég kem aðeins betur á eftir, ég bara ræði ekki við mig. Ég veit ekki að ég bara missi mig algjörlega. Og hann trúir þessu og allt það. En fyrsta skrefið að gera ofbeldi sýnilegt. Að fá ítarlega lýsingu á einstökum ofbeldistilvikum. Hvað var síðasta ofbeldistilvikið? Alvarlegasta ofbeldistilvikið? Lýstu því fyrir mér í smáatriðum. Nú ætla ég að vera eins og bara rannsóknarlögreglumaður. Ég vil vita nákvæmlega hvað gerðist. Hvernig byrjaði þetta? Hvað voru það að gera? Hvað voru það að segja? Hvenær, og þegar hún sagði þetta, hvað sagði þú þá? Já, ok, já, ég sagði eitthvað svona, nei, manstu hvað þú sagðir? Það er það sem við nefnilega aðferðin sem við höfum til þess að verja okkur gegn hegðun sem við sýnum sem við erum rauninni mjög ósátt við og skammast okkur fyrir. Það er að hafa mjög svona óljósa mynd af þessu. Já, við nakkrifum sko og já, ég sagði eitthvað svona, lét hann alveg heyra það sko en sagði bara, hvað sagði ég? Maður það nú ekki alveg. Svo bara, ég hrinti henni og ég dangaði eitthvað í hana. Það er alltaf svona óljósar. Þannig að það er nákvæm lýsing á tilvikum. Þannig að við förum alveg í sauman á því og býtum hvað séru, hvar var hún þegar þú varst að berja hana? Já, stóð hún, lá hún, já, hún lá í sófanum og eitthvað. Og hvernig endaði þetta? Þegar þú hættir, þegar ofbeldinu hættir, hvar var hún þá? Já, hún var inn á klósti og læsaði sér og hvernig vistu að hún var búin að læsaði sér? Já, ég bankaði, já. Hvernig bankaði þú? Þú veist, og hvernig hætti þetta? Og það er oft mjög átakanlegt, sko. Og það er oft eitthvað sem fólk bara, já, svo var þetta bara búið og þá horfaði ekki á, því að vegna þess að hvernig þetta er eftir á, það er svo mikilvægur þáttur í bara hörmunginni sem þetta er í rauninni. Ok, gera sýnilegt. Og svo er það næst þetta með ábyrgðina. Hver finnst þér bara ábyrgð á því að þetta gerðist? Já, mér finnst það vera 50-50 sko. Já, ok, 60 mér, 40 henni eða eitthvað. Það sér að þetta er komið til sálfræðings sér að við séu að því ekki að segja 50-50. En skilur þú, og til þess að útskýra fyrir hún, nei, ábyrgðin á því að þú beittir ofbeldinu, það er lykillinn að lausninni að þú lítir á það sem þín ábyrgð. 100%. Það getur vel verið að makiðinn sé algjört pain in the ass, eða hvað sem maður segir í dag, en þú berð ábyrgð hvernig þú bregst við því. Og ef aðferðirnar þínar eru þessar, þá gengur það ekki og það er þess vegna sem við þurfum að vera, já, ég bara missi mig. Veistu það, Einar Gylfi, að ég kem að mestu skap hundaætt á Íslandi. Þetta er erfitt verkefni sem þú fengið, Einar Gylfi. Skilurðu, að
þegar við gerum eitthvað svona spontant, við gerum auðvitað svona hluti algjörlega hugsunarlaust, ekki satt, fullt af hlutum og sumt af því bara allt í lagi. Stundum við maður bara komin fram og búin að opna ískapshurðina og ætlaði sér ekkert að fara þangað eða hvað segja nú skiljið. Og sumt af því sem er ósköp millett, sumt af því sem við gerum svona hugsunarlaust hins vegar bara varasamt. Eins og að gleyma að setja á sig öryggisbeltin. Þannig að við þurfum að taka alveg sérstaklega á því. Og það gengur ekki að segja, ég kem bara af fjölskyldu sem þolir ekki neina þvingun hérna yfir bríkspalirnar eða eitthvað, skilur. Við þurfum bara að vera með öryggisbelti og grímu og alls konar hluti, við þurfum að læra. Og eitt af því sem við þurfum að læra það hvernig ef við bregðumst óheppilega við í erfiðum aðstæðum, þá þurfum við að æfa okkur í því að gera þetta öðruvísi. Og ef maður kann ekki hinn aðferðina, bara kann hann ekki, þá mjög líklegt að maður noti þessa ómögulegu aðferð aftur og aftur og aftur. Jafnvel þó maður sé búinn að lofa því og með tárin í augunum og blómvönd í hendi að þetta muni aldrei gerast. Bara næst þegar upp kemur, þá líklegt. Ef ég hef ekki gert neitt annað en segja, já, ég hef bara hætt þessu. Þannig að það að kenna viðkomandi að bregðast öðruvísi við, time-out yfirleitt fyrsta heimaverkefnið. Semja við maka sinn time-out. Það þýðir að ef mér finnst ég verða eitthvað æstur, þá segi ég, nú finnst mér þetta að vera orðið erfitt, nú ætlum ég að fara út úr aðstæðunum. Time-out ekki að fara út og skella eftir sér hurðum og svara ekki símtölum eða SMS-um í 1 sólarhring eða eitthvað, eða senda SMS út aldrei sjá mig aftur og eitthvað, og svara svo ekki meir. Sem andlegt ofbeldi. Sem andlegt ofbeldi. Þannig að time-out eitthvað sem fyrirfram ákveð og samið og búið að ræða hvernig það að útfærast. Og þannig smá saman að læra að þekkja svona kveikjur og bregðast öðruvísi við þeim og svo framvegis. Þannig að þessi vinna með ábyrgðina, hún gríðarlega mikil og við komum tilbaka að henni aftur og aftur. Vegna þess að þessi tilhneiging til að deila ábyrgðinni einhvern annað, kenna einhverju öðru og er mjög sterk. Og síðan það samhengið, í hvað samhengi á ofbeldi sér stað. Já. Þá erum við að tala til dæmis eins og áfengi með í för, mjög oft, mjög algengt að ofbeldi eigi sér stað eftir að hjónin, eftir parið búin að vera út að skemmta sér og meðal annarra og þá hefur eitthvað verið að safnast upp hérna, óheppilegum eitthvað afbrýðisemis eða eitthvað svona og svo framvegis og bæði undir áhrifum og svo byrjar ofbeldi þegar heim komið. Ekki óalgengt. Og ef að ofbeldi fylgir áfengisneyslu, þá náttúrulega augljóst hvað viðkomandi þarf að gera. Já. Hann þarf að taka á áfengisneyslu sinni og líta á það sem, ef að það aðal fylgifiskur, ef ofbeldi fyrst og fremst fylgifiskur áfengisneyslu, þá þarf að taka á því. Þannig að skoða þetta hluti af samhenginu. Annar hluti af samhenginu er í rauninni þínar eigin upplifanir. Þín eigin reynsla af því að hafa orðið jafnvel fyrir ofbeldi eða óheppilegu samskiptaaðferðum á þínu heimili, áföll sem þú hefur orðið fyrir. Þannig að það ýmis svona hlutir sem að skoða í hvaða samhengi þetta ofbeldi. Viðhorfin, til dæmis eins og ertu með kallrembu viðhorf, hefur eitthvað þá skoðun að konur vilji láta stýra sér eða stjórna sér og svo framvegis. Og svo að lokum, og þá við byrjum ekki á þessu sem kemur næst, það eru afleiðingarnar. Afleiðingarnar fyrir makan, hvernig heldur þú að sé að geta búist við þessu hvenær sem hvernig heldur að konunni þinni líði, hvernig heldur að börnunni þinni líði við þessar aðstæður, hvaða áhrif skyldi þetta hafa haft á ykkur sem fjölskyldu. Það þetta með einangrunina til dæmis, við viljum mjög ofta á einangrast fjölskyldur sem búa við þetta. Þú þarft að setja þig að spór ástvina. Já, hjálpunum að setja þessi spór ástvina. Og svo, síðast en ekki síst, hvaða afleiðingar hefur þetta fyrir þig sem geranda? Hvers konar sigur það sem þú vannst fyrir þig? Sigur sem fenginn með ofbeldi og ógnun, hvers konar sigur það?
En á því þú talar að hafa verið sjálfur beittur ofbeldi, þannig að það er rannsóknir sína auðvitað að það er einhver ákveðin tíðni á milli þess að þú hefur kannski sér barn stöðugt lifað við ofbeldi, að þá er það náttúrulega bara samskiptamunstur sem færist yfir á fullorðinsárin þannig það er alveg. Það er sterk fylgni ára milli. Og bara örstutt árangurinn af þessu, þetta hafa verið mælt tvisvar, þannig að 2002 þá var gerð mælingu svo afturinn á 2010, 12, 14, ég maður ekki alveg hvenær það var. Og í báðum tilfellum kemur fram að hið líkamlega ofbeldi, það hverfur mjög fljótt. Það er bæði tala við skjólstæðingana og svo makana. Og líkamlega ofbeldi hverfur í langflestum tilfellum mjög fljótt. Andlega ofbeldið situr lengur eftir og það er náttúrulega við því að búast í sjálfu sér. Og það er líka ljóst að makarnir, þolendurnir, þeir segja frá meiru andlegu ofbeldi heldur en gerendurnir. En enga síður minnkar verulega, skilur við. Og kemur líka fram hjá mökunum, þolendunum, að þeim finnist gerandinn hafa bætt sig á mjög mörgum sviðum, eins og barnauppeldi og svo framvegis. Stórkostlegt. Já. Er það kannski svona síðasta spurningin? Hvað einkennir ofbeldislaust samband? Já. Sko, ég held í fyrsta lagi þá er gagnkvæmt traust og virðing það mikilvægasti grunnurinn í samböndum. Því að hugsaði bara, tvær manneskjur sem að ákveða að fara að lifa saman og þau gera það ekki skilyrðislaust eins og við á börnunum sínum. Nei. Þau vilja fá okkar fyrir það að vera í þessu sambandi og ég minnist þess að vera á ráðstefnu, hvað höfum við komið, já, ég var á tíma. Það ekki, ég minnist þess að hafa verið á ráðstefnu þar sem að hópurinn, sálfræðingar, geðlæknar, geðhjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar var spurður af fyrirlesaranum. Réttu pönd sem til þess að vera í hamingjusömu sambandi. Allir. Ég réttu pönd og leit svona kringum mig. Það byrði ykkur að halda höndin á lofti þau ykkar sem að geta sagt að það sé eitthvað í fari maka ykkar sem við verulega í taugarnar á ykkur. Og ég ákvaði að vera bara hreinskilinn og leit flóttalega í kringum. Þetta voru allir með hendur á lofti. Já. Ég hugta, mér datt eitthvað annað í hug sem ég ætla ekki að fara að segja. Nei, ég dætti strax eitt annað í hug. Já, skilu. Og eitt af því að læra að taka tillit og læra umburðarlyndi. Læra að til dæmis að þó að ég hugsi í mínútum og kona mín í svona 3 klukkutíma bilum, að þá þarf ég að læra á það að það er ekki verkefni mitt að breyta konu minni. En mér finnst þetta gott, þú segir bara ást, þegar þú segir traust og virðing, af því það er það sem við prestarnir spyrjum, vilt þú með Guð sjálf bara einast henni trú, elska hann og virða? Það segir mér bara hvað athöfnin er góð, við erum að spyrja grundvallar ást, trú, fyrst og virðing. Já, einmitt, nákvæmlega. Og svo er það með uppbyggilegu aðferðirnar til að takast á við sem kom aðeins inn á það, að læra uppbyggilegar aðferðir til að takast á við ágreining og það sem upp á kemur. Mjög mikilvægt. Og svo líka svona þekkja munin á til dæmis stríðni og háði. Svo ég taki dæmi. Já, þetta er gott. Já. Stríðni og háði. Já, vegna þess að ég hef svo oft séð að háði er einmitt partur af þessu andlega ofbeldi, en að stríðni það er rauninni aldrei. Nei, bara skemmtilegt. Já, bara gaman. Gaman átt, ég held ég að sagt það einhvern veginn áðan, ég vona að börnin mér hætti ekki að stríða mér. Nei. Þekkja mun og gagnrýni og árás. Já. Finna að því sem mér finnst vera af hjá þér, út frá mér, en ekki, og það er annað, að því minna sem þú segir þú ert í neikvæðum aðstæðum, því betra. Já. Því meira sem þú segir þú ert í ákvæðum aðstæðum, því betra líka auðvitað. Já. Og því ofta sem við segjum mér líður og ég hef þörf fyrir, í staðin fyrir eitthvað annað, því betra. Því meira sem við erum svona. Þegar eitthvað bjátar á, því betra. Mér finnst það svolítið sérstakt, þegar nú erum við búin að fara í gegnum 4 fyrirlestra og þessi var
kannski þessi síðastur og ég svona bara fæ svona smá söknuð, það verður ekki næsta miðvikudag, við kannski finnum nýja leiðir, að það er eitt sem bæði Bjarni talaði Bjarni Karlsson varðandi hjónabandið, Áslaug Kristjánsdóttir varðandi kynlífsfyrirlesturinn og svo þau núna, sem að kannski mann hefur ekkert heyrt oft í þess að vera að tala um alla þessa hluti, það er það að auðvitað elska hjón ekki skilyrðislaust. Auðvitað er þetta alltaf samningur og þegar við erum að gera samning og búa saman í nánd, þá þarf einmitt að búa til góðar aðferðir og munstur og það er það sem að allir þessi fyrirlestrar hafa einkennst af og ekki síst núna bara þegar þú segir, þú veist, gerðu þetta, frekar þetta og þetta, sko, að þið voruð öll eitthvað, það var svo, þetta er svo mikið alvöru kennsla hjá ykkur öllum, þið voruð ekki bara eitthvað að fjalla heldur segja bara, þú veist, svo praktísk og við þurfum líka að vera það, við getum ekki verið bara fræðileg, við þurfum líka að vera praktísk og það hefur einkennt ykkur öll þrjú, algjörlega frábæri fyrirlesarar og það, ég segi sko, sumt er frá Guði komið að þegar ég settist niður og fór að undirbúta, það tók 10 mínútur, það kom bara hver er eftir að koma og hvað eftir að tala og þegar það gerist þá veit ég að þetta er eitthvað sem skiptir okkur öll verulega máli. Kæri vinur, innilega þakkir og kæru áheyrendur, innilega þakkir fyrir þessa samleið í þessi 4 skipti. Hver veit nema við spýtum í lófana og tökum aðra sessjón af einhverjum mikilvægum efnum að ræða. Góða stundir og Guð blessi ykkur á þessum fordæmalausu tímum og sérstöku og erfiðu og líka merkilegu. Takk fyrir mig.